Svo segir í Davíðssálmum, Drottinn, þú hefur verið oss athvarf frá kyni til kyns. Áður en fjöllin fæddust og jörðin og heimurinn urðu til, frá eilíf til eilífðar ert þú, ó Guð. Þú lætur manninn hverfa aftur til duftsins og segir, hverfið aftur þér mannanna börn. Því að 1000 ár eru í þínum augum sem dagurinn í gær, þegar hann er liðinn, já, eins og nætur vaka. Kenn oss að telja daga vora, að vér fáum öðlast viturt hjarta. Metta oss að morgni með miskunn þinni, að vér megum fagna og gleðjast alla daga vora. Amen. Góðir vinir, þó að sé sorgar og saknaðar stund, þá vil ég vitna í bréf gleðinnar, Filippi bréf Páls postula, þar sem hann segir svo: Verið ávallt glöð í Drottni, ég segi aftur verið glöð, ljúflyndi ykkar verði kunnugt öllum mönnum. Drottinn er í nánd, verið ekki hugsjúk neitt, heldur gerið í öllum hlutum óskir ykkar kunnar Guði með bæn og beiðni og þakkargjörð. Og friður Guðs sem er æðri öllum skilningi mun varðveita hjörtu yðar og hugsanir í samfélaginu við Krist Jesú. Amen.
Heyrum heilagt Guðspjall þannig hljóðar í Drottins nafni. Jesús segir, hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín, til þess að þér séuð einnig þar sem ég er. Veginn þangað sem ég fer þekki þér, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Þetta hef ég talað til yðar meðan ég var hjá yður. Ekki mun ég skilja yður eftir munaðarlaus, ég kem til yðar. Innan skams mun heimurinn ekki sjá mig framar, þér munuð sjá mig, því að ég lifi og þér munuð lifa. Amen. Vaktu minn Jesú, vaktu í mér, vaka láttu mig eins í þér. Sálin vaki þá sofnar líf, sé hún ætíð í þinni hlíf. Heilagi Drottinn, á þessum kveðjudegi Halldórs okkar Árnasonar biðjum við þess sama, að hann sé ætíð í þinni hlíf, í Jesú blessaða nafni. Amen. Náð sé með ykkur og friður frá Guði föður vorum og Drottni Jesú Kristi. Við kveðjum kæran og góðan vin okkar, öll sem hér erum samhuga og einhuga í söknuði okkar og sorg að hafa séð honum á bak svo fljótt, og hugur okkar stefnir til ykkar, kæra fjölskylda. Bænum okkar og þakkargjörð okkar fyrir líf hans. Leið óskum við ykkur líka alls góðs með ykkar ljúfu minningar, það sem hann lætur eftir sig, þeirri auðlegð, kærleika og ánægjustunda sem hann átti ásamt ykkur
og við fengum öll að njóta hjá samferðamanni, vini og félaga. Við fórum nú alltaf með vísur þegar við hittumst og þegar Gunnlaugur hringdi og sagði mér andlát Halldórs þá varð til vísukorn sem hefur bara styrkst í mínum huga. Sem heyri ég héraðspresti Halldórs útför gjörð. Hann var einn sá allra besti öðlingur á jörð. Þannig var hann og þannig fer hann, öðlingur sem allstaðar skildi eftir hlýju og mildi, en einnig festu og reglusemi á einu og öllu. Það haustaði allt of snemma í lífi hans. Við hefðum viljað eiga marga heiða haustdaga með honum og ásamt honum, en hann fékk ekki það heiðríka haust lífsins sem ekki þýði svo sem að stóla á. Og mér kom í hug það sem Davíð Stefánsson orti: hví sölna rósir sumar grænna engja, hví sogast brimið upp að hverju nausti, til sólar beinir söngur vorra strengja, syrtir nótt og líða fer að hausti. En svo ber skáldið í bæti fláka fyrir veturinn og það að fönnin skuli verja fyrir mesta frostinu ræturnar í jörð, og endar kvæðið á þessu: því hræðist engin haustsins dimmu nætur, þótt herji bleikir stormar lönd og álfur, því lífið veitir líkn og sára bætur, og lögmál þess kærleikurinn sjálfur. Í trú á kærleikans Guð og eilífð hans erum við komin til að kveðja Halldór með hlýju og virðingu og þakklæti. Hann kom svo mörgu góðu til leiðar í lífinu. Við eigum minningar mætan og hollan vin og félaga á lífsins leið. Við kveðjum með ykkur, kæra fjölskylda, og vottum ykkur hluttekningu okkar. Hann Halldór Árnason var fæddur í Stykkishólmi 18. dag marsmánaðar 1953 og lést síðan 27. ágúst síðast liðinn. Foreldrar hans Árni Helgason í Stykkishólmi. Hann var fæddur 14 og hann lést 2008. Og Ingibjörg Gunnlaugsdóttir, kennari, hún var fædd 22 og hún lést 1994. Systkini Halldórs þau Gunnlaugur Auðun, Helgi og Vilborg Anna. Uppvaxtarárin voru í Stykkishólmi, í góðum systkinahópi. Þar var kjörstaður hans alla tíð. Þar voru æskuárin með öllum sínum uppátækjum, virkni og glaðværð. Ekki var svo sem langt að sækja þá arfgerð að vilja gera lífið skemmtilegt, fjörugt og heilbrigt. Og mest þroskaði hann í sjálfum sér trú og kærleika, virðingu fyrir lífinu og vilja til þess að láta muna framlag sitt á sinni vegferð. Á æskuheimilinu í Hólminum var gestkvæmt. Margt fólk átti erindi þangað. Gestristni og hjartanlegt viðmót aðalsmerkið. Heimilið þjóðbraut þvera, ef svo má segja. Faðir hans þjóðareign sem allir þekktu og þekkti alla, og móðirinn hún veskrar ættar og vissulega sömu gerðar. Fólk sem var fangið af því að bæta lífið, boða og lifa lífinu eftir hugsjón sinni. Fastagestir á heimilinu voru kristniboðar og bindindispostular.
Og það var ekki leiðinlegt. Trúin og lífssýnin var glöð og góð, lífið gott og fullt af tækifærum. Annað sem var Halldóri svo dýrmætt á uppvaxtarárunum var sveitadvölin á Bakka í Víðidal hjá afa og ömmu og frændliðið þar fyrir norðan. Hér er Ragnar frændi hans, hann var hafsjór af fróðleik og hnyttni og skemmtilegheitum þá strax á ungum aldri, en skólanámið var svo heima við fram að framhaldsskólanáminu. Hann var stúdent frá Menntaskólanum á Laugarvatni 1973, lauk síðan BA-gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands 78 og frá Uppsala Háskóla 1983 meistaraprófi í hagfræði. Hann var raunar alltaf að bæta menntun sína og þekkingu, en utan faggreina sinna lauk hann leiðsögunámi við Menntaskólann í Kópavogi 2018. Hann kvæntist 27. desember 1987 sinni kæru eiginkonu Önnu Björgu Eyjólfsdóttur. Foreldrar hennar Eyjólfur Halldórsson sem lést aldamóta árið og Karen Lísa Guðmundsdóttir. Þau Halldór og Anna Björg komu með í sambúðina svipaðar lífsskoðanir og gerðu sér kærleiksríkt og trúfast heimili, bjuggu lengst af á Víkurströnd á Seltjarnarnesi og svo á Hjarðarhaganum frá 2016, en löngum með annan fótinn í Hólminum og tíðar voru ferðirnar þangað og dvalir þar fyrir vestan. Þótt oft væri erilsamt vegna margháttara starfa Halldórs og þeirra beggja, var heimilið í fyrsta sæti sem griðastaður í lífinu og Halldór naut þess að vera heima og sinna heimilisstörfum, grípa í það, elda mat og gera það sem skemmtilegt var þar heima einnig. Þau Anna Björg áttu lífið saman frá því þau kynntust, samhent og samhuga hjón, hlýleiki og einlægni einkennandi alltaf. Börnin þeirra, Ingibjörg Jóna er hjúkrunarfræðingur, maður hennar Höskuldur Marselíusarson. Sonur þeirra fæddu núna í september, Halldór Einar. Karen Eva er taugalæknir, hennar maður er Ingimar Björn Eydal Davíðsson og sonurinn er Halldór Fróði. Og Friðrik Árni, verkfræðingur, kona hans Jóhanna Embla Þorsteinsdóttir og dóttirinn er Hildur Jara og yngst er hún Marta María sem stundar laganám. Halldór starfaði lengstum í hinni opinberu stjórnsýslu. Hann starfaði þar af trúmennsku og heilindum og mikilli samviskusemi. Ég nefni störf hans fyrir Menntamálaráðuneytið, Þjóðhagsstofnun, Námsgagnastofnun og svo var hann skrifstofustjóri á fjárlagaskrifstofu fjármálaráðuneytisins í áratug fram til 1998 og skrifstofustjóri og staðgengill ráðuneytisstjóra í forsætisráðuneytinu 2002 til 2010. Hann gegndi starfi forstöðumanns stjórnsýslu og fjármálasviðs hjá Hafnarfjarðarbæ tíma. Því starfaði hann sem hagfræðingur og verkefnastjóri hjá samtökum atvinnulífsins, hjá vini sínum og félaga Vilhjálmi Egilssyni. Fram til 2018 er hann lét af störfum. Það vissum við öll að Halldór tamdi sér skipulögð vinnubrögð, regla skildi á hverju máli og verkefni. Hann var einstaklega talnaglöggur og málin sem hann fékk til úrlausnar afgreiddi hann jafnan fljótt og örugglega þar sem varkárni og áræðni var í góðum hlutföllum. Hann átti auðvelt með samskipti,
var glöggur á menn og málefni og samviskusamur í hverju sem honum var til trúað, sem vænta mátti hlóðust því á hann margvísleg trúnaðarstörf. Hann hafði unnið gott ævistarf, en áhugamálin voru einnig mörg. Stykkishólmur hafði skipað fyrsta sætið í huga hans og nú gafst meiri tími til að sinna því góða samfélagi. Hann var formaður atvinnu- og nýsköpunarnefndar bæjarins og fyrsti varamaður í bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar á þessu kjörtímabili. Og hann sinnti einnig öðru félagsstarfi, gegndi formennsku í stjórn íslenskra ungtemplara, bindindisfélags ökumanna, drengjakórs Reykjavíkur, þróunarfélags Snæfellinga. Þá var hann sóknarnefndarmaður í Seltjarnarnes sóknum skeið, stjórnarformaður gerðarfélagsins Sæfells síðustu 20 árin, sem gerir út línubátinn Bíldsey. Þá var Halldór virkur í reglu musterisriddara síðustu áratugina. Frændrækni hans var viðbrugðið og hann eldi tengsl og vinskap við afkomendur vesturfaranna, var formaður stjórnar Þjóðræknifélags Íslendinga og stjórnar Snorrasjóðs stærstan hluta síðasta áratugar og heiðursfélagi þeirra samtaka. Og leiðsögunámið sem hann fór í fyrir 5-6 árum jók áhuga hans og færni til ferðalaga. Hann skipulagði og stýrði fjölmörgum ferðum á slóðir Íslendinga í Kanada og Norður-Ameríku allri, fyrir fjölskyldur, vini og ferðahópa. Þannig var lífið fullt af virkni, nýjum áskorunum og tækifærum. Hann þekkti landið sitt vel, fólk hvarvetna og munaði ekki að skreppa bæjarleið ef því var að skipta. Oft lá leiðin í Hólminn, einnig á ættarslóðir móður sinnar í Húnaþingi. Hann hvíldi sig gjarnan við að aka bíl og naut þess að aka og ekki endilega mjög hægt. Ég skil hann vel. Kæru vinir, það eru margir sem hefðu viljað vera hér til viðbótar en ekki komust og ég flyt kveðjur frá nokkrum þeirra. Það eru dætur Ingu, frænku og Jóa sem eru erlend. Það eru kærar kveðjur og móðursystirinn hún Jóhanna Gunnlaugsdóttir sendir sína kærustu kveðju. Almar Grímsson, staddur erlendis, sendir kæra kveðju og þakkir fyrir vináttu og gott samstarf hjá Þjóðræknisfélaginu og þeim málum sem tengjast Vestur Íslendingum. Vilborg Friðriksdóttir frá Eskifirði sendir hlýjar kveðjur til fjölskyldunnar, þakkar frændsemi og vináttu ykkar allra. Já, kæru vinir, við kveðjum hann öll í virðingu og þakklæti. Það var hann sannarlega góður drengur sem þroskað hafði sjálfan sig í lífinu og látið margt og mikið af sér leiða. Ég endurtek kveðjur til ykkar, kæra fjölskylda. Við óskum ykkur Guðs blessunar og að minningarnar verði ljós á veginn ykkar. Í Jesú blessaða nafni. Amen.
Biðjum saman. Við þökkum þér almáttugi Guð og eilífi Faðir fyrir ljósið sem við og skín frá drottni vorum og frelsara og heilögu orði hans. Veit oss náð til að meðtaka það í hug og hjarta, stefna eftir því í tímans straumi og fá að lyktum að hverfa inn í birtu þess í himneska ríkinu þínu. Við þökkum þér á þessari stundu fyrir Halldór Árnason og allt það þú með honum veittir oss. Vertu náðugur þeim sem líf hans var tengt ástúðarböndum, varðveittu þau og varðveittu oss öll á vegum þínum. Heyr þær bænir í Jesú nafni. Amen.
Og við leggjum bænir okkar, óskir og þakkir inn í Faðirvorið og segjum saman: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Lofaður sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði: Ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Halldór, af jörðu ertu kominn, að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upprísa. Drottinn gefi þér sinn frið og láti sitt eilífa ljós lýsa þér. Far þú í friði, friður Guðs þig blessi, hafðu þökk fyrir allt og allt. Gekkstu með Guði, Guð þig nú leiði, hans dýrðarhnoss þú hljóta skalt. Amen. Syngjum nú ásamt kórnum, góða, versin 2 blómstrið eina.
nú hafið þið gaumgæft sálmaskrána fallegu og séð myndir úr lífi Halldórs og ástvina hans. Þið sjáið líka á baksíðunni kveðju til ykkar og þakkir fyrir auðsýnda samúð og vinarhug og þau biðja okkur að þiggja veitingar á Nordica hótelinu, á Hilton hótelinu á Suðurlandsbraut 2. Það er uppi á annarri hæðinni. Þangað færum við núna strax eftir athöfnina. Svo verður farið í kirkjugarðinn eftir það fjölskyldan og aðrir nákomnir sem kveðja þar við gröfina. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen.
eftirmerki.